Þórhildi Örvarsdóttur söngkonu þar vart að kynna. Hún hefur komið víða við á ferli sínum og eins og þekkt orðið hefur hún sungið inn á fjölmargar erlendar kvikmyndir. En fyrir utan að syngja út allt og kenna söng hefur Þórhildur nýlokið upptöku á jólaplötu í Akureyrarkirkju. Við hittum hann í blíðskapaveðri í jólagarðinum og forvitnuðumst plötuna. Ég að bara gera jólaplötu. Ég sem sagt að gera plötu sem ekki til þess ætluð að spila í svona veðri allavega. meira svona, hún verður notaleg þegar svona skammdegi fyrir að síga yfir okkur. Hvernig jólaplata þetta? Erum við að tala gömlu slagarana? Nei. White Christmas? Nei, við erum nú ekki mikið þar. Ég með svona, ég dreg svona línu þar sem ég þræði svolítið íslensk lög og blanda saman við skandinavísk lög. En platan verður öll á íslensku samt, en það svona, ég að fletta þessu svolítið saman. Erum við að tala þá svona eitthvað í líkingu við Sissel Kyrkjebø? Já, við kannski gætum nálgast eitthvað svona hljóminn í því, af því að það sem við erum að gera með því að vera upp í kirkju að reyna að fanga akústíkina þar, að reyna að fanga þessa stemningu sem fylgir þessum hljómi sem svo einkennandi fyrir Akureyrarkirkju. Og mér finnst hann svo hátíðlegur. Hvernig kemur þér í skapið? Við erum að tala veðrið sem hérna í dag. Að fara svo bara á eftir upp í kirkju og setja sig bara í jólagýring og fanga stemninguna. Hvað ertu með eitthvað trygg? Nei, það bara, ég stóla bara algjörlega á tónlistina. Ég bara stóla á þessi lög og textana að þau kom okkur á rétta staðinn. En ég viðurkenni það samt alveg að þetta svolítið snúið. Sérstaklega þegar það svona bara dag eftir dag brestur á með einhverri blíðu. Og maður hugsa svona inn á milli, hugsa maður svona kannski svolítið, hvort það ekki gaman að fara í göngutúr eða sólbað eða eitthvað. En þetta samt alveg dásamlegt, sko. Hefurðu sungið inn á jólaplötu áður? Ja, góð spurning. Nei, ekki nema bara bakrættir eða eitthvað svoleiðis, komið nálægt í einhvern þann hátt. En þetta er fyrsta jólaplatan sem ég geri og þetta í rauninni fyrsta svona sólóplatan sem ég geri. Náttúrulega verið í fjölmörgum verkefnum öðrum og sungið inn á plötur og bíómyndir, en þetta svona fyrsta sólóverkefni. Hilda hefur fengið afburða hljómlistamenn til samstarfs við sig við gerð jólaplötunar. Ég vissulega með fólk með mér og bara algjörar kanónur með mér, alveg rosalega flott lið. Hann með mér að útsetja og svona heilinn á bakvið þetta með mér, hann Atli, bróðir minn, sem tónskáld, kvikmyndatónskáld. Og við við erum búin að vera að pæla í þessu og undirbúa þetta síðan í vor. Og við ákváðum að fá með okkur hann Eyþór Inga Jónsson, organista upp í Akureyrarkirkju. Og hann eiginlega órjúnanlegur partur af þessu sándi, af þessum hljómi. Og ef kirkjan hluti af röddinni minni, þá er hljóðfærið í Akureyrarkirkju svo sannarlega partur af Eyþóri, þannig að það gerist alltaf alveg ótrúlegu galdur þegar hann sest við hljóðfærið. Með okkur líka Einar Valur Skeving, trommari og slagverksleikari sem gefur þessu öllu svona glitrandi heim. Hann í því að láta þetta glitra og opnast. Og svo algjör lykilmaður í þessu líka er upptökustjórinn sem við fengum frá London og heitir Steve McLaughlin. Hann hefur unnið mikið með Atla og þeir hafa starfað saman á mörgum verkefnum og hann, þegar kemur að því að taka upp það, hann bara algjör galdramaður. Hann hefur bara unnið með öllum þeim bestu og tekið upp tónlist fyrir ótal myndir og
það algjörlega, það bara eins og að vinna lottó og fá hann með í þetta. Og hefur þetta gengið vel? Já, þetta er draumur. Þetta er alveg æðislegt og gengur mjög vel. Og hvenær kemur hún svo út? Það er nú ekki komin neinn dagsetning en hún þarf að koma út svona einhvern tíma, kannski miðjan október, eitthvað svoleiðis. En ætlarðu að vera með útgáfutónleika þegar platan kemur út? Já, því ég verð alveg pottitt með útgáfutónleika bæði hér og ég stefna að vera með útgáfutónleika í Reykjavík líka. Og ég ætla að reyna að koma því þannig fyrir að það muni enginn missa af því, þú veist, að ég mun reyna að koma því vel á framfæri þannig að fólk verði vart við þegar það stefnir í útgáfutónleikana.